Hvað er fólk að Er fólk algjörlega Ég veit ekki alveg hvað ég á að kalla þetta myndband. Sennilega er svona fínt að segja þetta sé einhver fræðsla sem þetta er fullorðinsfræðsla Ívars, en ef ég set hendina alltaf inn á það, er það fyrir ljósum. Fullorðinsfræðsla Ívars, en sennilega er heiðarlegra að segja bara beint út og þetta er svona nöldun myndband þar sem ég fæ útrás fyrir eitthvað sem ég er að velta fyrir mér. Og það sem ég er að velta fyrir mér er að og þetta spratt upp daginn þegar að fór að ganga svona póstur á Facebook á milli fólks þar sem að, þið sáu þetta, það var verið að hvetja alla til þess að afrita eitthvað texta þar sem þeir voru að tryggja sig og höfundarétt sinn á öllum myndum og efni sem þeir höfðu sett þarna inn. Þeir áttu að endurrita eitthvað texta og þá væru þau einhvern veginn að tryggja það að Facebook geti ekki stolið gögnunum þeirra. Og ég fikk alveg illt í augunni að horfa á þetta ritað aftur og aftur og ég hef svona veltið mikið fyrir mér að núna allir komin aðeins á internetinu og vonandi munu krakkarnir, börnin okkar, kynslóðin sem er að vaxa og grasa núna munu svona hafa ákveðið streetwise fyrir þessu, munu svona hafa ákveðin sans fyrir því hvernig eigi að trýta upplýsingar á netinu. En við sem erum af svona aðeins eldri kynslóð, kannski þau okkar sérstaklega sem aðeins eldri eru og ólust ekki upp með þessu, verðast ekki alveg átt að segja á því að það er ekki hægt að trúa öllu sem að lesa á netinu. Það eru ekki allir sem úti á internetinu heiðarlegir og það er ekki allir að segja að mér er satt. Og við verðum að fara að temja okkur. Ég veit að nú er ég bara svo mikið að predika, en ég bara svo oft velt þessu fyrir mér og mér langar svo að koma þessu frá mér. Við verðum að temja okkur að taka þeim upplýsingum sem við sjáum á netinu með svona heilbrigðum skammti af efasemdum. Við þurfum alltaf að beita skynseminni og meta hvort að það sem við erum að sjá sé satt eða ekki. Og þetta er búið að eiga við lengi á netinu og þetta er alltaf áttið bara í heiminum. Við þurfum að vera svolítið svona krítísk á það hvað við tökum inn. En þetta er eiginlega sérstaklega mikið mál á internetinu núna eftir allt þetta svona fake news æði sem fór á stað og ég meina við heyrum Trump tala um fake news hægri vinstri og það er oftast gjarnan einhver vitleysa. En það er samt ekki vitleysa að það er fullt af fölskum upplýsingum í gangi á netinu. Og við kunnum öll, það er eitt svona kjaftæði sem við kunnum öll á. Meina það þekkja og vita allir að ef við fáum skyndilega tölvupóst frá, allir segja, alltaf einhver sem falla fyrir þessu. Mann í Nígeríu sem er svo áhoppinn að hann var að missa mág sinn sem er sennilega konungur í landinu og hann situr á svakalega fúlgu af peningum sem hann klárlega að koma í burtu og vantar bara pínlega aðstoð bankareikning til að geyma peningana í svolítið tíma og er tilbúin að greiða vel fyrir það. Við vitum öll að þetta er bull, við vitum öll að þetta er svindl, þetta er Nígeríusvindl og við bara hendum póstinum með að hunsum hann. Eða eins og ég gerir stundum og höfum gaman að svara honum. En þetta kunnum við. En það virðist eins og að hinn vitleysan sem er í gangi hérna sé eitthvað sem að meginþorri fólks, eða stór hluti fólks allavega, er bara kokgleypandi. Þannig að mér langar að nefna nokkra hluti og sjá hvort við getum ekki svona aðeins farið að hugsa um hvað það er sem við erum að samþykkja á netinu, hvað við erum að vegna þess að þegar við erum að deila þessu þá erum við alltaf að auglýsa það við sem að falla fyrir þessu og það er svo leiðilegt. Reynum að sleppa því. Við gerum öll mistök og allt það, ég minna það ekki þannig. En við erum ekki að auglýsa það við föllum fyrir öllu sem er logið að frá netinu. Fyrsti punktur eru svona þessi eiginlegu keðjubréf. Það er alveg það sem að þetta copyright mál þarna á Facebook gekk út. Þetta er svona eiginlega keðjubréf. Það er ekki sjáanlegur tilgangur í þessu. Það er bara einhver að fá fólk til þess að deila þessari vitleysu áfram. Ég veit ekki hvað liggur að baki. En þetta er í rauninni þannig að þú skrifar þetta, deilir þessu og ætlast þess að aðrir pikkið þetta upp og við eigum að vita það að allt svona, bara eins og öll keðjubréf eru til að byrja með kvikindisleg vegna þess að þau ganga vel út af það að hóta þér einhverju, segja það mun eitthvað agalegt gerast
ef að þú, og eitthvað, að koma fyrir þig, ef að þú tekur ekki þetta bréf sem ég var að senda þér og deilir áfram á 3 aðila. Hvað svona óþverri vinur þinn sendir þér keðjubréf? Sá aðili að reyna að sleppa við einhverja ógæfu, fyrst að við komum til trúir þessu, með því að færa hann yfir þig. Alltaf bara kvikindi og þú ætti alltaf að losa þig við svona fólk. En við vitum það að öll keðjubréf, saman hvort þau eru á Facebook eða annars staðar, þau að fara beint í ruslið, og ég ekki að tala grænu endurvinnutunnuna, heldur bara í beint í ruslið sem farið og brent einhvers staðar í vídeoslogum hérna niðri. Þetta var eitt keðjubréf. Þannig að þetta better safe than sorry rugl sem búið að ganga á Facebook núna, verum svolítið gagnrýnin þegar við sjáum svona, lesum innihaldið, veltum fyrir okkur, getur við þetta sé satt, flettum við upp, aðeins, tekkum þetta svolítið. Ok, þá það eiginlega punkt númer 2 og það eru þessar eiginlegu svona fake news, falsfréttir, við sjáum alveg fullt af þessu í gangi líka og þetta er voðalega oft einhver svona sentimental mál, einhver svona tengist einhverjum lyfjum eða meðferðum eða einhverjum sem einhver sem náð einhverjum bata eða þetta er einhver svona dramatískar sögur allavega og fólk er að deila þessu og þetta er svona flökkusögur stundum og við sjáum ekki það sem við þurfum að vera pínu krítísk á þegar við sjáum sögu sem heldur einhverju stórkostlegu fram að í fyrsta lagi getum við skoðað hlekkin, athugum á hvaða vefslóð liggur fréttin og ef hún er að koma frá einhverjum frekar svona vafasöfum eins og frábærustu fréttir í heimi.com þá er þetta voðalega vafasamt. Ef við erum samt ekki viss og við viljum tjekka að þá eru til alveg frábæri staðir, svona þjónustuveitur á netinu eins og vefsíðan Snopes.com sem að tekur alls konar hluti fyrir, svona flökkusögur. Kannar þær, rannsakar þær, athuga hvort þeir finni einhverja staðfestingar í öðrum fjölmiðlum og birtir niðurstöðurnar. Það sjá þeir hreinlega bara, trúið af fólks, þar er bara búið að meta hvort að einhver ákveðin saga sé sönn eða ósönn og með rökstuðningi, með tilvísun í þær heimildir sem fundust með eða móti þessar tilteknu sögu og alltaf vísað í þær heimildir og allt það sko, þannig að við getum kannað það sjálf sömuleiðis. Þannig að í guðanabænum deilum ekki öllum þessum fáránlegu fréttum sem koma frá vafasömum einhverjum óvísindalegum miðlum sem eru að halda fram hinu og þessu og einhverju vitleysu því að sko, við búum á tímum þar sem að aðgengi upplýsingum er alveg gríðarlegt og það flæðir yfir okkur svakalega mikið magn af upplýsingum. Einmitt þess vegna þá verðum við að vera gagnrýnin, við verðum að vera svolítið hörð á því hverju við hleypum inn því ef við opnum bara okkur fyrir hverju sem þá fyllum við hausinn á okkur einhverju kjaftaði og rusli. Við verðum að vera svolítið, við verðum að leyfa okkur að vera svona efasemda fólk og hleypa ekki hverju sem við verðum að hafa góða dyraverði á hausnum á okkur. Þetta var punktur númer 2. Þriðji punktur og það er svona eiginlega, það er eitthvað sem fer aftur alltaf í taugarnar á mér sko. Þetta er kannski að versta í heimi fyrir taugarnar á mér og það eru svona þessi leikir á Facebook, ekki bara Facebook, þetta er víðar en þetta er ábyrgt á Facebook og þetta er svona hlutir eins og smeltu á þennan hlekk, opnaðu eitthvað app í Facebook til að komast að því hver þú varst í fyrralífi eða hvað myndið þú heita ef þú væri karakter í Lord of the Rings eða Harry Potter eða allt þetta, hvað mun gerast óvænt á árinu, hvað mun koma óvænt fyrir þig á árinu, hvað, ég veit ekki, hægri vinstri, maður sér þetta poppa upp á veggnum til fólki hægri vinstri. Þetta og sömuleiðis þar annað, það er þessi dæmigerðu spurningaleikir, þetta eru aðeins snillingar náðu þessu, 9 af hverjum 10 klikka á þessu, svo ferðu gegnum spurningarnar og jafnvel þú hafði ekki einu sinni svarað þeim rétt, stundum metaðir þið rétt og allt það en oft jafnvel þó þú prófir að fara gegnum þetta og vísvitandi svari vittlaust að þá skoraði samt, þú skoraði 90% af prófinu. Hvað er það að gera? Jú, þeir vilja að þú deilir niðurstöðunum aðeins að svona strjúka egóinu, deila niðurstöðunum til að sýna vinuðum á Facebook að þú sést svona svakalega klár sko að þú hafir skilið próf sem að bara snillingar eiga að skilja. Og hvað er það að gera þegar þú keyrir þetta, bæði leikina sem að segja þér hvað þú heitir í Lord of the Rings og leikina sem eru þessar spurningar. Þetta er smá forrit inn í Facebook sem er að fá að skoða upplýsingar þig. Þegar þú smellir og opnar forritið þá fær það að lesa upplýsingar þig. Þannig að þú ert varan, ekki viðskiptavinurinn
þú ert að opna einhvern tilgangslausan leik, spurningaleik sem bara að plata þig, svona reyna að strjúka egóinu hjá þér og á sama tíma að fá að stela upplýsingar, taka upplýsingar þig. Og hérna, já, eigum við nokkuð að vera að hjálpa þeim að gera það. Ég meina, við vitum öll að við erum gáfur og velgefin og allt það ekki. Ok, það var bara þetta. Þetta eru 3 hluti sem ég langaði að þess að nefna. Svo lofa ég að næsta vlogg verður ekki nöldublogg. Keðjubréf, olíuröstið, brennum þau í vítislogum og vinsamlegast biðjum fólki sem sendur okkur svoleiðis að fara sömu leið. Fake news, könnum upprunafrétta, verum efins þegar eitthvað hljómar of gott til að vera satt. Og í þriðja lagi, Facebook leikir. Við erum sauðirnir, við erum varan, þau eru að safna upplýsingum okkur til að geta selt okkur auglýsingar. Látum ekki glepjast að einhverju sem reynir að strjúka egóinu hjá okkur. Við erum betri en það. Þetta var næstu tekið í einni tökku. Þetta var tekið í einni tökku. Ég bara klippti ruslið úr á milli, Geti ég myndi að magnaði ruslið, Já, þetta var það sem að slapp gegnum köttið. En hérna, þó ég sé að nöldra, þá megið samt alveg læka og subscribe og deila og allt það Auðvitað endilega deila, þið vitið að þið þekkið fólki sem þarf á þessu að halda, sem þarf að heyra þetta. Þið deilið þessu auðvitað á það fólk. Já, YouTube er svolítið sérstætt að það er alls konar algoritmar sem virka sem byggja svolítið á því að fólk sé að subscribe og læka og svona. Þannig að það finnst mér alveg ef þið hafið vott af ánægju af það með gjarnan gera með